daginn. Hæ. Heyrðu, ég með hérna Kristoffer með mér í þetta skipti. Við vorum að vinna saman og erum í námi saman. Viltu kynna þig? Ég heiti Kristoffer Helgi Sigurðsson og búinn að vera námsmaður hérna í HR í átalanarfræðideild og hefur verið að vinna með Frostbite Cybersecurity og núna farin yfir í forritunargerð. Já, þú ert búin að skipta vinnu núna. Já. Ég sé allan á skrifstofunni, það er allan skemmtilegt. Já, það stelur mjög mikið af tímanum mínum bara að bladra. Já, það ekki? Já. En það er skemmtilegt að bladra við mig, vil ég minna. Já. Allavega. Við ætlum að tala hvort að gögnun okkar skipta í raun máli. Já. Og hvað er verið að gera við gögnun okkar. En skipta gögnun okkar máli, það er stóra spurningin. Ég held að fari mjög mikið eftir hverjum og einum, hvort að þeim finnist það, en ég veit allavega að praktískt séð, þá ef þú telur að þið skiptið ekki máli og þú ert bara tilbúin að gefa öll þín gögn til hver sem þá ert að veita fyrirtækjum eða stjórnvöldum aðgang að þínu persónulega rými og bara sem getur haft með sér neikvæðar afleiðingar fyrir þig. Já, við ætlum að fara aðeins betur út í þetta svo í gegnum þáttinn og hvernig þau eru að safna þessum gögnum og svona. En það fyrsta sem ég ætla að tala var í rauninni þessi creepy ads eða þessar creepy auglýsingar. Já, ógnvekjandi auglýsingar. Já, ég er enda að reyna að æfa mig í íslenskunni. Ég segi ykkur með einsta þætti. En já, þessar ógnvekjandi auglýsingar, þetta er náttúrulega ástæðan af hverju að líta út fyrir að vera ógnandi er í raun af því það er verið að nota gögn sem fyrirtæki hafa safnað þig til þess að gera auglýsingar sérsniðnar að þér í rauninni. Af því að mikið af þessum vefsíðum sem þú ferð inn á og fyrirtæki sem skoðar og svona er í rauninni að safna þessum gögnum þig, til dæmis með því að nota cookies og fleira og nota þetta svo til þess bæði að selja til annara. Og fyrir þá sem ekki vita þá eru cookies í vefranum bara litlar textaskrár sem eru geymdar á tölvuninni með alls konar upplýsingar þig. Já, sem var bara hægt og rólega að safna saman með notkun. Heitir rauninni vafrakökur á íslensku. Ég þurfti að tjekka því. En já, í rauninni og upplýsingarnir sem verið að safna þig er í rauninni nafnið þitt, náttúrulega e-mailið þitt, oft kennitalaðin, en á Íslandi eru kennitölunar allavega opnar og bara alls konar tengdu þér persónulega, en svo er líka verið að safna þig eins og til dæmis allt sem það gerir á netinu. Á hvaða vefsíðu þú ferð, hvað þú gerir á vefsíðunni, hversu lengi þú ert á hverju vefsíðu og bara alls konar. Og það eru mismunandi leiðir til að gera þetta, en helsta leiðin eru vefrakökur. Ef mér er ekki að skjáttlast, allavega allt sem ég hef séð. Já. Já, þannig eru þið í rauninni að ná þessum gögnum til þess að geta búið til sérsnið að þér svona auglýsingar. Já, og já, það er ekki bara góð leið til þess að skipta út í nákvæmlega hvað það þýðir að þau sérsniða þau að þér. Sem sagt, það sem þau gera er að því að oftast eru þau ekki, eða flest fyrirtækin segja að þau bara taki allt sem að hefur þig að gera út úr upplýsingunum og síðan sendur það á gagnasafn þar sem það flokkar það í svona stereotypur og síðan geta þau sett hverja stereotypu sem þau bara búið til svona meðalmannesku, sett þær á þig svona, ef við segjum að þú sért svona mjög hrifin á því að vera úti í náttúrunni, þá myndi þá stereotypu á þig, svona fjallamannshaður. Ef þú hefur áhuga á tölvum, þá myndir setja það á og þau geta alveg sett meira en eina og því fleiri sem þau hafa, því meiri upplýsingar sem þau hafa, þeim líklegri ertu til þess að enda á að fá fullt af auglýsingum sem bara eiga við því að gera. Líklegri ertu til þess að kaupa hluti. Stundum svo þarft. Já,
stundum ykkur sem þú þarft en eins og til dæmis það er verið að setja rosalega mikið af auglýsingum til þín, til dæmis að samfélagsmiðlum sem í rauninni er sniðið að þér þannig að sé meiri líkur á að þú kaupir frá þeim og þannig í rauninni fá þau líka pening af því að mikið af þessum fyrirtækjum eða flest fyrirtækin er að selja gögnið eins og selja það til annara fyrirtækja til svona databrokers, ég man ekki alveg hvað það var á íslensku, ef það er til íslenskt orðið yfir því. Ég er ekki viss það. Nei, og þá rauninni þessi databrokers eru svo að selja þetta áfram til bara alls konar fyrirtækja, auglýsingastofnana og jafnvel líka til glæpamanna. Já. Og það er mjög algengt að þessi verið að selja þetta líka til glæpamanna af því þeim rauninni sama svo lengi sem við fáum pening. Já, í mörgum tilfellum. Já, þannig ná glæpamenn að nota þessar upplýsingar þig til þess að hakka inn á aðgangana þína, jafnvel komist yfir bankareikningiðinn, alls konar sem við getum notað þetta gegn þér. Dæmi þetta gæti verið ef að yfirmaðurinn er með allar upplýsingar þínar og þú til dæmis notaðir bara nafn mömmu þinnar á fyrir öryggisspurningar eins og bara marga hér gera, þá gæti það endað með að bara ef einhver fær gögnin veita af þessu og getur skoða og kemst inn og það er tiltölulega létt af því að það er ástæða hverju yfirmenn þurfa mikið af þessum upplýsingum en ekki endilega allar og mér var náttúrulega að detta í hörð orð fyrir databroker, getur gagnamiðlari. Já, gagnamiðlari. Það er gott orð. Já. Ég þarf að fara að búa til orðabók fyrir allir þessi orð. Ég hlakka alltaf að lesa þann orðalista. Nei. En já, þannig að þetta er alveg stórt fyrir það er rosalega mikið verið að selja gögnin og allt svo lesbyrðilt. Já, en annað sem ég las líka það var í rauninni að sum fyrirtæki nota dark patterns til þess að safna upplýsingum þig. Og það fannst mér líka svolítið creepy. Já. En í rauninni þá gera þau síðuna sína óþarflega flókna og eða þau gera hanna síðuna þannig að þú horfir á þennan stað frekar en til dæmis þetta er fínt dæmi ef þið fáið svona vafrakökur ef þið opnið ykkar vafra og það farið inn á síðu og það kemur svona viltu slökkva vafrakökur eða viltu leyfa vafrakökur sá takki sem er með leyfa allt hann er stór og bjartur og bara augljóslega auðsíður og sen ef þú finnur hann það er svona lítill grár takki við hlið, oftast við hliðin og stundum ekki þeim svona kannski velja hvaða vafrakökur þú vilt leyfa og þetta er svona dæmi það að nota hönnun til þess að hafa áhrif á hegðun. Já, ég er líka búin að sjá rosalega mikið, sérstaklega meðan ég er búin að vera að lesa fyrir þetta hlaðvarp, að þegar maður fer inn á síðu og það er annarkvort hægt að samþykja eða hægt að fara að stilla hvaða kökur þú vilt samþykja. Já. Stundum ef þú ítir á stilla kökurnar þá er hægt að íta á hafna öllum en mjög oft þá er í rauninni búið að merkja fyrir þig fyrir nauðsynlegar og þú getur ekki slökkt á því og svo getur þú stilt hinnar sem maður veit aldrei hvaða nákvæmlega nauðsynlegu kökurnar eru af því að stendur ekki. Jú. Þannig að maður veit í rauninni ekkert hvað maður er að samþykja. Stundum skeggjaðu líka bakgrunnin á síðunni sjálfri til þess að þú viljir samþykja kökurnar svo þau sért ekki í rauninni og til þess að geta haldið áfram með bjartari bakgrunn í rauninni. Þannig að þetta er skrítið fyrirbæri. Já. Og leiðilegt að það sé að vera að fara svona að þessu en það eru rosalega margar síður sem gerir þetta. Já. Þetta er leiðin sem þau græða pening. Já, nákvæmlega. Það er bara vandamálið. Þetta er góð leið fyrir þau að græða pening. Já. Nota okkur sem vöru. Nei, nákvæmlega. Ég ætla að tjekka. Ég er með tölunum mína þarna. Ég finn þetta ekki. Allavega, það var maður sem sagði árið 2011 man ekki hvað maðurinn heitir, ég get skrifað eitthvað staðar. Ég minna á að Jonathan. Geti verið. Í rauninni ef að þjónustan er frí þá er þú varan.
Já. Og það þá af því að þau eru að selja gögnin því miður. Já. En þetta já, eitt af þessu stóra. En svo náttúrulega líka ríkisstjórnin út í heimi. Ég sá ekki alveg það hvort að ríkisstjórnin okkar sé í rauninni að kaupa þessu gögn. En ég sá mikið það bandaríska ríkisstjórnin, minnir Rússland líka, Kína og fleiri sé að kaupa þessu gögn þig og annarkvort geyma þau eða nota þau á einhvern hátt. Eins og til dæmis í Bandaríkjunum hefur þetta verið notað til þess að ná innflytjendum af því að með hvernig staðan núna þá eitthvað búið að vera notað til þess. Ég veit ekki hvort sé sönnunargögn það nákvæmlega en ég hef heyrt mikið það og séð það þannig að það var eiginlega svolítið að koma í ljós. Já. Og einmitt þegar þjóðir farið stríð eins og til dæmis í seinni heimsstyrjöldinni þá Holland var með allt í þessu gömlu í rauninni, þetta var ekki tölvan en hún sem í rauninni var Þetta var forveri tölvunar. Já, forveri tölvunar Þau gátu bara stimplað inn upplýsingar alla íbúa Hollands af því að þetta var tiltölulega lítil land sem gerði nasistum kleift þegar þau komu til Hollands að bara horfa á öll gögnin, vita þessi gyðingur, frábært, þessi frá þessu þjóðerni, frábært og bara fara markvisst í gegnum það og finna bara hvað fólk á heima, hvað fjölskyldan stór og gat nota það til þess að gera sitt. Já, þannig að þetta getur verið notað í alls konar og þetta getur einmitt verið þessu verkum að ríkisstjórn sem kannski landið þitt að fara í stríð við nái þessum upplýsingum og nái þar leiðandi að gera það sem þau þurfa að gera. Maður veit ekki hvað það stundum sem svolítið sem alveg skelfilegt og maður veit líka ekkert hvaða gögn þau eru með hann. Gott dæmi gögn sem að þú veist ekki endla hvað fólk hefur eða hvaðan þau fengu það. Það hefur líklega flestir prófað það að fá bara netfang eða ekki netfang tölvupóst sem stendur bara að pakkiðin komin ítt á hann hlekk til þess að borga komugjaldið þannig að hann komist gegnum skattinn. Eða hefur pælt í hvar fólk fær í tölvupóstið til þess að geta gert það líklega frá annarkort lekum eða bara hreinlega af því að hann hefur verið seldur. Já, nokkulega, eins og símtölun líka. Það rosalega margir búin að vera að fá símtöl undanfarið og þetta einmitt, þau eru komin á lista. Af hverju eru þau komin á lista? Langlíklegast af því að það er búið að selja gögnin. Þannig að þetta þetta að fara til tölvuþrjóta og til glæpasamtaka og fleira til þess að þetta gera eitthvað svona. Þetta scams og meira. Þannig að það svona veit ekki alveg hvað maður á að gera. Ég er með eina laun. Ég er með eina svona hjálparlegt trikk fyrir ef einhver fær í netfangið þitt. Flestir tölvupóstar gera þér kleift að þegar þú segir nafnið þitt, þegar þú ert búin á því, áður en þú kemur að @merkinu, þá getur þú gert plus. Og allt sem skrifað á milli plus og @merkisins, það bara valkvætt merki fyrir þig sem hefur enga áhrif á sendinguna sjálfa. Þannig að til dæmis gæti ef að frostkastið myndi skrá sig inn hjá til dæmis Facebook, þá gæti það gert frostkast plus fb og einhver gmail eða hvað sem það .com gmail, protonmail, hvað sem það og með því að setja þetta plus fb á undan @merkinu þá alltaf þegar að Facebook sendir þér skilaboð þá sérðu plus fb en hann sendir það samt á þig
þetta þýðir þá líka að ef að þú færð tölvupóst frá einhverjum sem segir að þú þarft að borga fyrir pakka og það sendt á frostkast plus fb@.is þá veistu að það var Facebook sem að annarkvort seldi eða bara hreinlega misti gögnin. Já, hefur komið gagnarleiki. Og þá getur líka sýnt upp á það. Bara, ég veit ekki hversu mikið þú ferð út úr að reyna að gera það við Facebook en svona... En þú getur allavega, þá veistu allavega hvað þetta er að koma og hvað þú þarf mögulega að fara að breyta einhverju. Þá veistu líka að þau eru líklega líka með lykilorðið þitt að Facebook. Já, nákvæmlega. Þú viltu breyta því? Nákvæmlega. Ef við förum að tala aðeins þessar vafrakökur sjálfar, þá vorum við búin að skoða það svolítið mikið. En já, eins og þú sagðir áðan, þá eru vafrakökur, svona litla textaskrár sem eru settar í tölvunæðina eða vafraðin og eru að fylgjast með hvort að gera. Lang oftast það er til mismunandi tegundir af vafrakökum og ég sá í einhverju að bara sumar síður séu með bara yfir 300 vafrakökur bara á þeirri síðu sem er bilun. En það er sumar vafrakökur eru bara á þeirri síðu sem þú ert á. Svo eru aðra vafrakökur sem eru líka fylgjar á aðra síður eða fylgjar í annars sem þú ert að gera. Jafnvel að geta fylgt þér í bara ef þú ert kannski í símanuðinum. Minnir að það geti fylgt þér jafnvel í önnur upp ef mér er ekki skjáttlast. Kemur þannig séð ekki endilega á óvart. En við þurfum að fact-checka það. Já, það er svona það færi klárlega eftir uppunum en til dæmis vafrakökur sem til dæmis Instagram safnar þegar þú ert að nota Instagram vafran, já, þú ert klárlega að fara það fer í appið. Þessar upplýsingar appið mun læra það líka mig. Já. Svo og þetta er oft sett í tölvunæðina eða vafraðin og þetta getur enst í nokkra klukkutíma, nokkra daga, jafnvel marga mánuði. Eða bara ekki, þú veist. Ég las eitthvað það í samkvæmt reglunum allavega í Evrópu. Það þarf að vera lengd, eða sem sagt tímalengd á þessu, en það eru ekki allir að fylgja þessu. Ok. Já, ég sá allavega af öllu sem ég las, það voru dæmi það að það hafi komið upp tilfellið þar sem það var ekki verið að fylgja þessari reglu eða kannski láta þetta endast miklu lengur en það á að gera og fleira. En svo geta þau sagt náttúrulega líka að þú varst búin að samþykkja þessar kökur. Þannig að þetta er svona ég mæli með að passa upp á hvað þú ert að samþykkja. Alltaf þegar þú ert að samþykkja eitthvað á netinu þótt að séu bara vafrakökur. Og ég vil taka það líka fram að sama þótt þú sem sagt segi nei eða denier vafrakökunni eða kökunum, þá getur samt að það nota síðana. Það í rauninni breytir ekkert upplifuninni. Það sem það breytir er kannski mögulega að það sé ekki hægt að nota þetta fyrir sérstæðar auglýsingar þig. Er ekki sumir hlutir í heimasíðum sem eru bara þeir þurfa á vafrakökunum að halda? Það er sumt, jú. Já. En það er samt hárrétt hjá þér að oftast þá væri alveg það sem ég gerir alltaf er að ég fer í í staði fyrir bara taktu allar, ég fer í stillingarnar og síðan get ég bara við nauðsynlegar. Já, nákvæmlega. Þetta eina auka skref. Oft er ekki eins og hægt að segja nei við nauðsynlegum. Já, nákvæmlega. Og í því sem ég las, þá eru sumar vafrakökur sem það eru líka sumar vafrakökur sem þarf ekki að fá leyfi fyrir og allavega af því sem ég las og það er einmitt sem passa upp á að þú sért en þá að meðan ef þú loggar þinn á síðu og að þú ert að skoða á síðunni fær kannski inn á aðra síðu innan þeirra síðu þá helstu samt ennþá í rauninni logguðinn og það er til dæmis eins og kökur sem þau segja séu nauðsynlegar
Svo líka til kökur sem í rauninni að bera saman hvort að þú hafi sett inn réttar notanda upplýsingar. Þannig að þú ert að reyna að loka þig inn, þá þarf það að tala saman við serverinn í rauninni til þess að sjá hvort þú sért með réttar upplýsingar og þá leyfa þar að fá aðgang að síðunni. Og svoleiðis kökur þarf í rauninni ekki að samþykkja, samkvæmt því sem ég las allavega. En svo þær sem þú þarft að samþykkja, þær sem að fylgja þér, þær sem að fylgjast með hvað þú ert að gera og fleira. En það þá, þegar þú ferð inn í stillingar og bara ítir á takkan og setur optional, það svona valkvæða, þar kökur, segir ekki nei við valkvæðum. Allar þessar sem þú hefur ekki val að sjálfsögðu, það þessar kökur, ekki satt? Sko, eða það eitthvað annað? Ef þau eru að fylgja réttum reglum, þá já. Alltaf skemmtileg tilhugsun. En ég bara ekki alveg viss það. En þetta allavega, það bara brot af þeim kökum sem þarf í rauninni ekki samþykkja. Já. En þessar vafrakökur sem fylgjast með þér, það þarf að samþykkja. Já. Ég ætla að tjekka á glósunum mínum samt. Já, það sem sagt, þær kökur til dæmis sem að fylgjast með því hversu oft þú setur inn vitlausar notendaupplýsingar. Það eru kökur sem gera það. Það með það sem þú þarft ekki að fá samþykki fyrir. En það eru kökur sem fylgja svona tracking cookies og svoleiðis. Það þarf það samþykja. Það jákvæmt. Já. Og líka eins og til dæmis svona auglýsingakökur, þar sem fylgjast með hvað í raun að fá aðganga, hvað að gera til þess að geta auglýstir betur. Þú hefur örugglega séð einhvers staðar, það margar síður sem gera það í rauninni, að spyrði hvort að þú viljir fá sérhæfðar auglýsingar. Já. Og þá það að nota þetta til að fylgjast með til þess að geta gert það. Já. Og örugglega kaupa gögnin líka. Líklega. Já. Þannig að það alls konar svoleiðis og mæla alveg með að skoða hvað þú ert búin að leyfa og muna það að það til dæmis í vafranauðinum eins og segjum að þú sért að nota Google Chrome eða Firefox eða eitthvað, þá getur þú farið og ítt á clear, hvað var það? Clear cookies. Já, clear cookies og þannig í rauninni þeim kökum sem þú ert búin að samþykkja þessu sinni. Já, og taka fram, bæði Chrome og Firefox eru tæknað séð með í þeirra notendasamning að þau megi selja gögnin ef þú vilt vafra sem að allan að hinga til gerir það ekki, þá LibraWolf, Brave, ég nota sjálfur Brave browser, það hefur verið fínt en bæði Firefox og Google Chrome eru með í samningu að þau megi selja og taka og nota gögnin. Já, það rosalega mikið að fyrirtæki með það í þessu terms and service sem enginn ennur að lesa fyrir svo langt. Nákvæmlega. Og ég las einhvers staðar að það væri viljandi. Já. Að þau viljandi gera það þannig og vilt ekki lesa þetta svo þau sjáur ekki hvað þú ert að samþykja. Já. Af því það mikið af einmitt þessu að megi selja gögnin, að megi nota gögnin í alls konar, megi raunum bara ráða yfir gögninum. Það var alltaf fyndið Adobe forritin, svona myndgerðar forritin, þau voru á tímabili, þau eru búin að breyta þessu, en á tímabili þá voru þau með í þessum samningi að þau máttu þannig séð gera hvað sem þau vildu með það sem þú gerir innan forritins. Þau máttu selja það, þau máttu taka það, þau máttu breyta því, þau máttu gera hvað sem bara listin sem þú bjóst til, sem þú teiknaðir eða gerir einhvað við, þú áttir hann ekki. Þú áttir ekki engar á þannig. Það hefur núna breyst, ég var að skoða þeirra notendaskilmála í gæraði fyrradag og þá voru þau búin að endurskrifa þennan, held að var 4.3.3 paragraf sem að talar þetta og það mun betra núna. Það svona, þau ennþá að taka gögnin en þau útskýra hvað þau gera með hverjum hlut. Eins og til dæmis ef að þau þurfa að segja að þau
eru að senda gögniðin einhvert, þá það oftast að því að þau eru að senda hann í skíið til þess að setja tengjað við hina tölvuna þína sem líka að Já, nota þetta forrit og að þau tóku fram að þau mun bara senda þetta á þriðja aðila ef að þú leyfir það og að þau eru með bara setningu bara gögnin þín eru þín þannig að ég held að internetið var alltaf að ráðast á þau á tímabili. svo hef ég líka séð einmitt varandi CapCut og TikTok. CapCut og TikTok er rosalega samtengt að í rauninni að þú samþykki það að allt sem þú póstar eða setur þangað inn það á TikTok. Sko, ég sá allavega einhvað þetta endilega tjekkja á þessu sjálf en það er einmitt það kom eitthvað fram að allt sem þú setur þangað inn það er þeirra og það mega þau nota í rauninni. Það er skemmtileg tilhugsun. Ég var í spíði og strætóskýli yfir helgi og ég sá einhverja unga stráka líklega á milli 5 og 10 ára gera TikTok-dans í strætóskýlinu hinum yfir göttuna að vera að taka það upp og það er alveg skemmtileg sjón og geggja hvað var mikið fjör í þeim en pælingin að svona 5 til 10 ára krakkar eru bara gefa TikTok fullt af gögnum sem TikTok má vist bara gera hvað sem er með mögulega. Nákvæmlega. Svo erum talandi samfélagsmiðla þá eru samfélagsmiðlar einmitt þeir eru mjög vinsælir í því að safna gögnum þig. Þau safna öllu þig persónulega eins og til dæmis nafninu þínu og fleira og svo eru þau líka að safna öllum myndum, öllum póstum, öllum myndböndum meira að segja hversu lengi þú ert að horfa á hvern póst í rauninni. Það var ég las bók hvernig athygli okkar virkar og hvernig hún brestur sem hét Stolen Focus eftir Johann Hari og þar talaði mjög mikið þetta hvernig tæknin er að hafa áhrif á athygli okkar og það var mjög ókveikandi upplýsingar sem kom þar fram voru til dæmis að Instagram eftir að læka 20 hluti getur þekkir þig betur heldur en þínu nánustu. Já. Instagram þekkir þig betur heldur en fjölskylduðin. 20 er ekki há tala. Nei, ég held að margir sé að læka 20 eða fleira á dag. Já, það er svona ég nota ekki lengur Instagram, ég hef eitt í eftir að Facebook sagði síðast mæ 2025 að þau ætla að taka allt sem þú settir inn þar og bara setja það inn í gervigreind. Já. Og þannig að ég eitti Instagram og sagði við Facebook að því að þú getur sagt frá, þú getur sagt að þú megir það ekki eða þau megi ekki þjálfa gervigreind með dótniðinu. Þau samt að halda utan á það og geima það en já, bara þetta er mjög meiri, þannig að meiri sé ég sem er ekki með Instagram, ég hef lækað mun meira en 20 hluti. Já. Bara því ég notaði það í árið að 2 á tímabili. Nei, nákvæmlega. Þetta er, sko, ég sá að einmitt, að þau skoða allt þetta, like, share, comment, allt þetta til að búa til prófílum þig. Þau selja gögnin, en þau nota þetta líka til þess einmitt að nota gervigreindatól sem er svona preemptive. Þau eru í raun að læra þig til að geta sýnt meira á því sem þig líka við. Eins og til dæmis TikTok, það lærir rosalega vel á þig og fólk hefur talað það hvað þekkir mann vel. Það er hreinlega bara því þau eru að nota gervigreindatól til þess að læra þig með því að safna gögnunum og þannig geta sýnt þér meira á það sem þig líkar við. Það er líka mjög áhugavert. Annars sem kom fram í þessari bók sem var bara mjög ókveikandi. Það var á tíðumbili lítill hópur innan Facebook eða Meta sem að kom sér saman og sagði ok, við erum með mest megnið af bara fólki í heiminum á Facebook. Hvað getum við gert til þess að gera lífið þeirra betra? Og þau fóru í rannsóknir þar og voru að skoða og voru að reyna að hanna Facebook til þess að gera það betra.
fyrir fólks, fyrir notendur sínar, ekki fyrir Facebook. Já. Og hvað heitir það? Og þá fundu út úr því að þegar þau settu inn þessa fítusa, þá var fólk að nota Facebook minna, sem þýðir að Facebook fékk minni pening af því að því meiri sem notar Facebook, því meiri gögn hafa þau til þess að selja. Já. Og þegar að þau föttuðu að þau myndu missa pening á að gera eitthvað sem gott fyrir notanda sinn, þá hættu þeir með þessu framtaki. Já, þetta ég meina helsta það sem fyrirtæki að gera náttúrulega bara að þau vilja meiri pening. Þannig að þau gera svolítið allt sem þau þurfa til þess að fá meiri pening og þar með tala þetta. Bara sem alveg skiljalegt, ef þau græða ekki pening þá fara þau á hausinn. Já. Bara, þannig virkar bara kapitalíski heimurinn okkar eins og Nei, nákvæmlega. Þannig að það í þeirra það þeim fyrir bestu að taka þær ákvarðanir sem að gera hvað heitir það, sem fá þau til að græða eins mikið pening og hægt og stundum endur það bara svona, til dæmis Firefox sem var mjög þekktur fyrir að vera vafrið sem að passaði upp á að notendur sína og var ekki að selja gögnin bara út af því að þau voru að fara á hausinn og þau missa mjög mikið pening, þá þurftu þau að breyta þessu. Já. Til þess að reyna og það var eiginlega ástæða, ég skildi alveg, en það var ástæðan af hverju ég færði mig yfir í Brave. Já, nákvæmlega. Þetta bara, það allt að enda með því að það sé verið að selja gögnin. Sem einmitt, það sem þarf líka að passa að það sé að þú sért ekki að deila hlutum á netinu sem þú vilt ekki að allar heimurinn viti og þú vilt ekki að sé hægt að nota gegn þér í rauninni. Af því að allur heimurinn getur þá í rauninni komist að þessum hlutum. Og þótt til dæmis eins og þótt að flest fyrirtækin segja þau í rauninni svona anonymize gögnin, þannig að nafnið sé ekki fest við gögnin. Það ekki hægt að sjá hver þú ert í rauninni. Nafnleina þig. Já, í rauninni. Það ekkert mál að endur nafngreina gögnin. Allavega að því sem ég hef séð. Í mörgum tilfellum, já. Gott dæmi þetta til dæmis Strava. Já. Þar sem að símiðin alltaf að gefa frá sér GPS og hvar hann staðsettur til þess að Strava geti fylgst með hvar þú ferð og þegar þú ert að æfa. En símiðin en það til þess að geta nota Strava þá þetta verið kveikt á þessu. En meira að þegar þú ert ekki að nota Strava þá ennþá kveikt á þessu. Þannig að ef einhver kemst í þessi gögn þá veit hann að það stendur ekki innstæðar í þessum gögnum hvar þessi einstaklingur á heima. En ég sé að þau eru í þessu húsi miðjanótt flestar nætur. Já. Og hver á heima í þessu húsi? Hvaða fjölskylda þetta? Frábært. Og núna eru þau búin að taka í burtu þessar nafnleini. Nei, nákvæmlega. Við erum með öll þessi eins og Google Maps og fleira, svo erum við með svo Live 360 mjög vinsælt og fleiri svona gögn sem þurfa að fylgjast með hvar þú ert og þau eru líka að selja gögnin og það einmitt mjög algengt og þú veist ekkert hvað að vera að gera við gögnin og hvernig hægt að nota eins og núna ég búin að meðan ég var að lesa fyrir hann þátt þá var einmitt dæmi las grein mann sem fekk í rauninni átt að fara að vera handtekinn fyrir eitthvað innbrot fekk eitthvað bréf það en það var í rauninni af því að lögreglan hafi fengið svona warrant, þetta gerist í Bandaríkjunum til þess að geta fengið að sjá gögnin hjá minnir að hafa verið Google, ég man ekki hvaða fyrirtæki, ekki alveg hengið með því og í rauninni til að sjá hverju voru í kringum þetta hús á þessum tíma og hann bjó í sömu götu og var þetta var leiðin hans heim þannig að hann hafi farið nokkuð fram og tilbaka og eitthvað þannig að hann var í rauninni orðin suspect, ég man ekki grunaður af því að
þau komist að hvar hann væri og þetta var eitthvað tengt Android kannski, ég veit ekki man það ekki alveg 100%, ég skal sjá hvort ég finni linkina þessari grein og hann þurfti að fara að tala, hann var allavega heppinn að geta að tala við lögfræðingurinn hjálpaði honum, þau fengu að sjá nákvæmlega hvað og þau náðu að fá í rauninni lögregluna til að náðu að fá eitthvað dómara til að skrifa undir það að þetta var ekki lyft undir dóm eða eitthvað svo leiðis og þetta reddaðist allt en þetta var í rauninni hjólaleiðin hans og þannig náðu þau að komast að þessu þannig að það er alls konar hægt þannig að leksjan er ekki hjólastað, nota bíl já ég veit ekki, ég meina svo er náttúrulega bílarnir eru núna margir orðnir stafrænir já, guð en ég var ekki búin að lesa mikið til það en þetta bara, það er skemmtilegt pæling að svona ef bíllinn er stafrænn og þú ert með cruise control og sjálfskiptur það þýr að tölva sem kann á bremsuna þína já þetta er áhugaverð fyrirbæri og þetta er svona maður veit ekki alveg hvar maður á að snúa það eru margir sem hugsa maður vill ekki alveg fara off the grid margir sem eins sumir eru bara með TikTok og Instagram sem vinnuna sína og fleira og eru að fá pening út úr því og þá þar á móti ertu að samþykja það að öll þessi gögnum þig eru einhvers staðar og er verið að selja og er verið að nota þig þannig að þetta er svona maður þarf svolítið að finna balansinn en vita hans þetta allan að vera var sig já, það er skemmtilegt dæmi að vita þetta og vera var sig eru allir eins og hátalararnir eða mikrofónir kringum okkur eins og Siri eða Alexa sem að þurfa alltaf að vera að taka upp til þess að geta heyrt orðið Siri eða Alexa og það gerðist ég held að það var í apríl það var í mars 2025 já. að Amazon hætti fólk að leyfa að þessi upptaka fer alltaf á skýið hjá Amazon Echo 5 þau bara Amazon sagði að hérna í frá þá þurfa allar upptökur allt sem þú gerir heima hjá þér bara sem að þessi litla tæki er að taka upp það fara í skýið til Bandaríkjanna. Já, þetta er náttúrulega þessi snjallhátalarar þeir eru stanslaust að taka upp til þess af því þeir eru að reyna að hlusta eftir þessi ákveðna orði til að vekja hátalaran eins og til dæmis Google græðnar Hey Google eða Hey Alexa og fleira og flest fyrirtækin segist ekki vera að geyma upptökurnar fyrr en eftir að þú vekur græðina en það hafa komið upp dæmi að fólk hafi verið eitthvað hrætt það hafi til dæmis bara óvart verið að taka upp þegar það ekki gangið og veist í rauninni ekkert hvort þau sé að taka upp eða ekki eða geyma þessu gögn en þau eru alltaf að hlusta á þig en það er allavega sagt að það sé ekki í rauninni verið að geyma þau gögn en svo eftir að vekur tækið þá er alltaf samtal geymt á skýinu þeirra og til dæmis til að nota til að þjálfa önnur tæki og fleira og veist ekkert endilega nákvæmlega hvað að vera að nota þetta í ekkert aldrei 100% og svo meira þess að við tölum við yfirmannu minn kennaran okkar hún talaði það að þetta þarf ekki eins og að vera geymt í skýinu það er möguleiki að við getum það er það sem vafrakökur eru vafrakökur eru geymdar á tölvunni þinni til þess að hafa þessar upplýsingar já, nákvæmlega þannig að þú gætir geymt öll þessi gögn bara í tækinu þínu sem við erum með tæknina fyrir það en það er bara ekki verið að gera það er verið að geyma þetta í skýinu og þá ertu líka í hættum það er meiri hætta á að einhverjir tölvuþrjóta hópar komist þangað inn og eru þá með öll þessu gögn eins og að það er búið að vera mikið umræðinu að fleiri og fleiri fyrirtæki eru að vera hökkuð eru að missa gögn, vera að stela gögnum svo er til dæmis þessir hópar sem eru að gera þetta eru orðnir bara að svona struktúraðir eins og bara fyrirtæki eða bara eru undir fyrirtækinafni
og eins og mafíu og fleira, það eru bara ákveðna deildir þarna inni, en þetta er samt bara kolólulegt fyrirtæki í rauninni, en þetta er allan struktúra þannig og þetta er orðið rúslega því miður góð leið til að komast í pening og hratt, þannig að þetta, þú veist ekki þótt að þú sért öruggur og þú ert búin að vera að passa upp að tölvan þín sé örugg, þá veistu aldrei hvort að gögnin sem er að geyma þessar upplýsingar eða hvort að þau fyrirtæki sé örugg og ef að fyrirtæki lendir í gagnarleika eða eitthvað svoleiðis þá núna eiga þessu tölvuþrjótar upplýsingarnar þig, allar upplýsingar þig ofan á það að vera líka með aðgangsupplýsingarna þínar líklega. Þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf að pæla í og þarf svolítið að taka ákvörðun og allavega taka meðvitaðar ákvarðanir þetta. Já, hvað langar að ekki ætla að vita svona, langar að reyna að minka áhættuna á að einhver geti komist yfir gögnin þín þannig að þú ráðir yfir hvað þú sýnir. Já. Þetta er aðalega bara, það snýst allt það. Hvað ertu tilbúin að láta fólk vita mikið þitt einkalíf? Nei, nákvæmlega. Svo er einmitt að þú varst að tala Strava áðan. Þá kom upp, ég man ekki hvenær, ég held að það var 2018 eða 2020. Þá sem sagt gaf af því Strava að fylgjast með hvar allir eru og að safna öllum þessum hlaupaleiðum og byggu til hitakort út frá hlaupaleiðum allra notendana sinna og náði þannig óvart að uppljóstra þó nokkur hernaðar svona basis þannig af því að hermennir voru með þetta app eða með appinu og svona og þá náðu þau að það er raun uppljóstruð það í þessu hitamappi bara út allan heim sem er þannig eins og til dæmis þetta getur líka þótt að fyrirtæki gerir þetta óvart þá er þetta samt alveg svolítið skeri. Já. Það er svona ókveikjandi. En svo er það gervigreindin sem er búið að vera mikið umræðefni núna undanfarið. Það er alltaf að gera hlutina einfaldara? Já. Eða þannig? Það er eins og mikið af þessum gervigreindum frí. Eða ég meina, þú getur keypt til þess að vera með betri gervigreind. Þá ert þú varan. Já. Eins og gervigreind, til dæmis eins og ChatGPT og allt þetta það sem þú þarft að skrifa inn í eða eitthvað svoleiðis það er í rauninni hver einasti hlutur sem þú setur inn í þetta box og sendir er geymt. Þannig að allar þínar samræður eru geymdar og einhvers staðar. Þetta er notað til að þjálfa næstu módel til dæmis og fleira og þú segist að anonymæsa gögnin en eins og við sögum þá er ekki það erfitt að komast að því hver þetta er í rauninni. Þannig að ég myndi passa mig mikið á því hvað þú setur inn í þessi gervigreindatól eins og til dæmis ef þú ert að vinna fyrir fyrirtæki þá bara getur þú verið rekinn fyrir það að setja inn einhverju svona sensitive upplýsingar fyrirtækið af því að þau eru að geyma þetta og nota þetta til að þjálfa henni módel, þau selja þetta og fleira, þá ertu alltaf búin að uppljóstra hellingur fyrirtækinu þínu eða til dæmis bara aldrei setja persónuupplýsingar þig inn í þetta af því að þau geyma þetta, selja þetta áfram og fleira. Þannig og líka það er hægt til dæmis eins og í ChatGPT það er hægt að slökkva á því að þau sé allavega ekki þjálfa módel. Þau eru samt að geyma gögnin þóttu slökkva þessu. Þannig að þú getur ekki þjálfa hana módel með gögnunum en núna er þetta samt með öll gögnin sem þú setur inn. Ef þú vilt ef þú ert örlítið meira svona góður í tækni eða langar bara að læra nýja hluti það eru hægt að fá svona gervigreindar módel bara á tölvuna þína. Já. Og ef þú sem að þeir tengjast aldrei netinu, þeir eru bara þarna þannig að þú getur tala við þá og þú getur nota gervigreind ef þú hefur áhuga á því án þess að gögnin fari einhvert. Þannig að það eru leiðir til þess að setja það upp. Þú getur bara svona, ég held að það var hugging face, þannig að knúsa andlit sem að var heimasíða með bara hellinga þessum tólum. Já, og fullt af mismunandi módelum og bara fullkomlega frítt líka. Það er
betra og fljótlegra eða þú ert með gott grafíkkort en þú þarft það ekki. Nei, nákvæmlega. Þetta virkar alveg á flesta örgjörfa. Það er bara spurningum að, þú veist, það er bara fljótlegra á grafíkskorku. Nákvæmlega. Ef fólk hefur áhuga eða langar að læra eitthvað nýtt. Já, ég sé alveg þó nokkur allan í tölvunarfræði nota þetta, en það er mitt. Ef það hefur áhuga þá bara endilega nota það frekar af því að þú, eins og ég segi, bara passa upp á hvað þú ert að setja inn í þessi tól. Það er mjög mikilvægt. Eins og til dæmis gott dæmi tól sem að þau eru allstar. Microsoft Copilot sem bara komið í Windows. Það komið í allt. Það komið í allt. Ég er orðin pínu þreytt af Microsoft, persónulega. Já, ég líka. En það er einmitt. Núna mér að þú ferðin á, ég reynda að ferðin á síðuna þeirra daginn og þá komið bara AI inn í það. Jú. Og þetta bara, það verður að tróða sinni allt í rauninni sem það þarf ekki verið í og gerir þar leiðandi gögnin og fleira meir svona ekki eins örugt. Líka nokkuð sem ég finnst fáránlegt. Ef ég man rétt, þá er þetta, hvað heitir það? Þá þarf File Explorer bara bara skjölin þín. Forritið sem geymir skjölin þín. Það er búið að tengja það mikið inn í Copilot að þú getur ekki fjarlægt Copilot frá tölvuðinni ef þú vilt halda frá að nota þetta. Þú getur slökkt á Copilot en það er samt þetta File Explorer forritið þarf á Copilot að halda núna. Í alvöru? Mér skilst það. Já. Gervigreindin er komin út í allt í rauninni og við munum mögulega að gera eitthvað þátt einn daginn það. En þetta er einmitt meira þess að tölvuþrjótar að nota þessi gervigreinda tól til þess að búa til svona eins konar skriptur, veit ekki alveg hvað íslenska orðið er. Bara lítið forrit sem er bara að keyra fullt af skipunum. Já, í rauninni eru að nota gervigreind til þess að hakka, þannig að þau þurfu ekki einu svona kunna að hakka til að nota þetta. En það er kannski efni í annan þátt. Já, það hljómar svo áhugaverður þáttur. Já, það ekki. En til þess að allavega svona summaræsa allt sem við erum búin að fara yfir, það er vafrakökur og hvernig þau eru að fylgjast með þér í rauninni. Og að þú getur sleppt í að bara samþykja allar, þú getur farið í og samþykja bara þær sem eru nauðsynlegar og þú getur líka farið í vafraðinn og fengið hann til að bara eyða öllum vafrakökum út þegar þú lokar vafranum. Já, og það þarf að passa sig á gervigreindinni í rauninni allavega hvaða upplýsingur það setur inn. Já. Ég veit að það er langflestar fara að halda áfram að nota það en passa sig allavega að vera var það hvaða upplýsingur það setur inn í gervigreind og vera var sig þegar kemur að þessum hátölurum og fleira. Ríkisstjórnir út í heimi er að kaupa þessu gögn og eru með einhver database einhver staðar þetta þóttu sé ekkert endilega skoðið individually, þá er þetta oft gert eins og til dæmis öll þessi phishing skilaboð. Og aftur, ef þú vilt vita hvaðan skilaboð eða hver misti netfangið þitt, þá getur þú sett þetta allt á milli plus og allt merkisins er bara merki fyrir þig. Getur notað það hjá flestum öllum e-mailum en flestum síðum. Ísland.is lifir það ekki? Í alvöru? Já, ég var mjög pirraður þegar ég sá það. Ha, já. Áhugavert. Já, og svo gervigreindatóli, ríkisstjórnir og við fórum yfir dark patterns og hvernig það er notað til þess að í rauninu nota sálfræðina gegn þér og ég held að hafi ekki verið mikið meira sem við fórum yfir. Nei, en það er það ekki nóg. Já, en stóra spurningin það er skiptir þetta í alvöruna máli sem margir spyrja sig kannski. Ég held að, og aftur eins og við byrjum þáttina og ég held að það skipti mjög mikið bara, mér finnst það skipta mjög miklu máli fyrir mig en hver veit þarf að spyrja sjálfan sig upp á það en stuttasvarið er já en það fer svolítið eftir þér leiðandi svarið er já. Já, leiðandi svarið er já og
margum stöðum sem ég sá var stuttasvari já. En þú þarft svolítið að gera það grein fyrir hvað hendar þér, hvað þú ert tilbúin fyrir og líka ef skikina skildi koma þegar heimstyrjöldin, það rosalega mikið að ríkisstjórnum með gögnum þig og fleira svona og maður það spyrir sér örugglega margir, þetta í alveg að fara að gerast um mig? Ég hef mér þess að spurt að þessu en það eru þessi tölvuþrjóta fyrirtæki sem eru ándjóks að síja út rosalega marga sem þau eru rauninni með af því að kaupa þessu gögn og fleira og þá fara þau yfir bara hverju einustu mannesku og nota þetta til þess sem þetta reyna að fá þau til að íta og linka að reyna að fá þau til að svara símanum og veita einhverju upplýsingar og alls konar. Þannig að já, þetta getur alltaf gerst við þig og við munum örugglega að tala phishing í öðrum þætti og svo erum við ekki einu sinni byrjað að tala backup á cloudinu eða backup í skýinu og bara backup yfir höfuð, hvernig átt að backup gögnin og fleira og það munum við tala í næsta þætti. Hvað bara hljómar geggjað, lakka til að heyra það. Bara takk hérlega fyrir okkur og við sjáumst í næsta þætti. Já, takk fyrir.